Ágæta samkoma, gaman að vera hjá okkur hér í dag og svo fallegt að lenda hér áðan eftir að var reyndar ófært í gær klukkan 17, það skildist mér að hefði nú lagast veðrið. Ég ætla nú bara að hugsa upp átt með ykkur, en ég hins vegar búinn að búa til alveg orginal erindi, mikið flutt neistar annar staðar, vegna þess að ég legg svo mikið upp úr því að ræða við ykkur. Og hér á Nýsköpunarmiðstöð hjá okkur á Ísafirði alveg frábær starfsfólk sem ég langar til að fá að biðja að standa upp. Það Arna Lára og Sigríður og við erum sem sagt, þetta eru hinir bestu starfsmenn sem að ég hef eitthvað að segja minni stofnun. Forsendurnar sem ég gef mér eru þessum og Síran sendi út og það var aldrei dapurt í morgun að sjá auðvitað stöðunni í þessu öll saman. Þetta með 53% tekna, þetta með afkoma sjávarútvegsins var í mun lakari og þetta með neikvæða eiginféð. Þetta er auðvitað mjög alvarleg staða. En ég ætla að fá að hugsa upp átt, hugsa upp með ykkur, lyfta ákveðinni bjartsýni því að þið hafið svo margt í eitthvað sögu Vestfirðingar sem gæti sannað það sem ég ætla að hvetja ykkur til hér á eftir. Vitið að þekkingarþjóðfélagið talið byggjast upp á menntun, rannsóknum og atvinnulífi. Þetta þrennt þarf að fara saman og auðvitað visst vandamál hér á Ísafirði að þetta harmonerar ekki alveg fullkomlega þegar við erum ekki háskólanum að hluta til, ég kem honum á eftir, glæsilega vinna. Þið hafi ekki rannsóknarstofnanir kannski aðrar en þær sem við erum með útibú hér. Ég sé að Svein Matís hérna, mjög góð vinna hjá Matís, við hjá Nýsköpunarmiðstöðinni reynum að gera eitthvað besta, en atvinnulífið og tengingarstrategía lykill að þekkingarþjóðfélaginu og það þekkingarþjóðfélagið sem við þurfum að byggja upp hérna á Ísafirði. Það ný frétt frá okkur sem einhvers staðar í þríðinni á milli atvinnulífs og rannsókna og menntunar. Það Fab Lab í menntaskólanum hérna, sem að fara af stað, Fabrication Laboratory, það er þjálfunarkerfi þar sem að tölvan endar ekki bara í prentara, heldur endar hún í þrívítar gerð, einhvers konar prototípugerð og svo framvegis. Og mér skilst Arna Lára og Sirri að iðnaðarmannafélagið hér hafi lagt okkur meðal annars leiði þetta, mjög gott. En almennt auðvitað líður kerfið á Vestfjörðum fyrir kannski frekar vanburðugan þekkingarþríðning, en við skulum koma þessu á eftir. Nú, hvað erum við að paufast hér? Við eigum að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs, við eigum að auka lífsgæði í landinu, við eigum að miðla þekkingu, við eigum að hugsa frumkvöðlana. Ég sé marga frumkvöðla hér og veit að margir frumkvöðlar eiga uppruna sinna á Vestfjörðum og við má stunda tæknirannsóknir og svo framvegis. Við höfum erindi hér og við höfum sérstakt erindi við frumkvöðla staðarins. Þið sjáuð að þessi miðstöð þekkingar sem í nýju atvinnuvegaráðuneyti stækkar jafnvel ennþá meira. Hún nær yfir ansi mikið í tækniyfirfærslunni. Hún nær yfir orku, umhverfismál, greinar og áherslusvið eins og ferðaþjónustu, skapandi greinar, heilbrigðis líftækni, sjávarútveg, matvæli og þannig má áfram telja. Við reynum að byggja netverk og klasa og reynum að vinna með sem flestum. Okkur snerta svona 9.000 einstaklingar á hverju ári í viðtölum eða á því formi. Nú, það sem ég gerði heima í Reykjavík var að ég ætlaði að skoða haftenginguna við milli atvinnulífsins, geira fyrir geira hjá ykkur á Vestfjörðum. Nú kann þetta nánar. Köngulóarvegurinn minn hansi viðfæmur. Hann inniheldur orkumál, hann inniheldur veiðarfæri, þá hluta fisksins sem við vinnum. Hann skoðar sjávarfangi sem slíkt, hann skoðar ferðaþjónustu, Sirri mun reynda að koma betur að því, hann skoðar umhverfismálin, hann skoðar verðmætari vinnslu, sem ég veit að til dæmis Matís hafa gert góða hluti í, hann skoðar strandsvæðastjórnun, betur, og hann skoðar eldi. Ég vil taka eitt geira fyrir sig, orkumálin. Ég labba út eftir geiranum, grænt eldsneyti mjög áhugaverður hlutur sem að í mikilli tísku núna og við getum í raun og veru bætt
Ísafirði og Vestfjörðum inn í þennan græna hring. Ekki bara Golden Circle í Reykjavík, heldur græni hringurinn á Vestfjörðum. Orkusparnaður mikið atriði. Beislun sjávarfall eitthvað sem ég hef unnið persónulega við setrið á Vestfjörðum. Osmósa hlutur sem við erum að skoða, en þetta svolítið langtímaplan, kannski 15 ára dæmi, þar sem ferskvatn rennur í sjó. Og ég var búinn að koma því þannig fyrir að orkubúið tók vel í það að styrkja hér stöðu orkuverkfræðings á Vestfjörðum. Við munum halda áfram með það. Ég sé líklega engan frá orkubúinu hér nú, það, en gott og vel. Sjávarföllin virkju samtímis, þarna var verkefni hjá Bjarna M. Jónssoni við háskólasetrið. Við skoðum það í raun og veru Þorskafjörð og brúan hans. Það eru miklir möguleikar, en þessi svona möguleikar þurfa kannski að kalla á sérstaka úrvinnslu orkunar á staðnum. Orkan verður svona sínusóidal, eftir flóði og fjöru, og það þyrfti helst að vera kaupanda rafmagni sem getur lifað með þessa lotubundnu hegðun. Sami notandi getur hins vegar sagt til sjálfan sig 17. maí 2034, þá ákveðið flóð klukkan þetta og getur selt raforku með það í huga. Saltorkan mjög áhugaverð, það sem ég gömul textaklæra, það sem mikilvægt það að þið getið skapað þrýsting milli salts og ósalts vatns sem að svara til 300 metra falls vatns. Og það svona þrýstingur sem að yrði hægt að beita, hvar það sem við viljum kannski ekki hafa fossinn sjálfan virkjaðan, heldur vatnið í ósnum, hið ósalta vatn og hið salta vatn virkja saman. Þetta sé ég fyrir mér á Vestfjörðum og í þessu svona 15-20 ára perspektív. Norðmenn frændur okkur að vinna þessu. Ég sé líka fyrir mér varmadælur. Ég sé fyrir mér þessa 60% lækkun raforku til húshitunar og ég ætla að segja eitt við ykkur, kæru Vestfirðingar. Næsta áfall hjá ykkur, efnahagslegt áfall, verður þegar að Ísland tengist Evrópu við sæstreng, þá hækka bara hér raforka. Og komið endilega með mér og okkur í það að vinna þetta verkefni sem við köllum landsvarma, að hætta að nota rafmagn til húshitunar, heldur nota rafmagn og lágan jarðhita saman. Jafnvel hér í höfninni var hægt að nýta vatn úr höfninni til þess að skerpa á því og nota sem heita hlutan í varmadælukerfi. Komið endilega með okkur í þetta. Mér hefur svolítið fundið skort á þetta. Í dag eru það að nota rándýra orku sem bara lendir á vegg þegar Íslendingar fara að selja raforku úr landi. Fyrsta áminningin, segir hann, þessu megi ekki gleyma. Nú ég komin í veiðarfærin, sem dálítið skemmtilegur angi og þar hefur verið mikill áhugi hjá okkur á þróun veiðarfæra. Við höfum til dæmis verið að förum við sjáum því frá netum í nót og troll og í gegnum handfærarúllur, í gildrur og svo í ljósveiðar. Við höfum verið að skoða með aðilum frá Hafró hér og Gunnvöru hér á Ísafirði það að nota ljósnet eins og væri nælonnet. Ég mun sýna ykkur á eftir litla úrklippu þetta frá tilraun sem gerð í þessum hópi, þessar ljósveiðar. Ég sæi fyrir mér að lítið fyrirtæki þessa tækni til með höfuðstöðvar á Vestfjörðum. Nýtt konsept í heiminum, höfuðstöðvar á Vestfjörðum. Ég horfi í augun á því að segja þetta. Þarna tækifæri og þið þurfið að beisla, við fáum auðvitað Þórótt og Byggðastofnun með okkur í þetta. Þetta næsta stórátak. Með því að nota ljósið svona, þá hefur ykkur tekist að smala fiski. Það virkar eins og net, það getur smalað og það virkar eins og botnvarpa. En hver áhrif á botnin? Engin. Hver áhrif á eyðslu olíu? Engin. Það akkúrat engin botnáhrif, það engin CO2 ekstra áhrif af trollinu, skiljiði. Og við erum komin nokkuð langt í að þakka Hafró hér fyrir vestan og Gunnvöru fyrir hjálpina við þetta. Við erum komin nokkuð vel á veg með þetta verkefni sem fer bráðum að kalla á að búa til fyrirtæki. Ég fer yfir í hluta fisksunnir. Ég svolítið kannski að stíga inn á
á svæði hjá vinni mínu Sveini, en þarna auðvitað hægt að taka hausana. Mér skilst nú að á Reykjanesi sé fyrirtæki sem þurrkar hausa og seldi fyrir 2 milljarða á síðasta ári. Þorskhausa. Það má fara í gegnum flökin, lifurinn, vinna omega-3, vinna hrogn og lifur, vinna ensím meltingunni. Roðið hefur orðið frábært hér á Ísafirði og til hamingju með, ekki Keresis, ég notar svona íslenska, og svo flókin efnasamband og meltingavegi. Ég tók nokkuð dæmi þetta að mér finnst þeir nefnilega virkilega að hafa roð við hlutunum í Keresis, þessi stórkostlega afurð sem að eykur enn verðgildi þorsksins og sýnir ykkur að kílóið af þorski er stundum erfitt að velleggja. Ég skrepp aðeins yfir í sjávarfang og þar eru þetta fiskur, krabba og skeldi, þar er þari, mjög áhugaverður, þörungar, áta og ljósáta og sjávarum. Ég hef nokkra komment þetta. Fyrsta lagi ætla ég að segja ykkur því að þegar tilraunir voru gerðar með ljósið í sambandi við veiðarfærin, þá sáum menn að áta utan á sjó leitaði inn í fiskeldis kvíarnar. Það kom sem sagt bara ókeypis fóður utan á sjónum inn í kvíarnar sem var löðuð að því ljósi sem það var inn í. Í dag er svona fiskeldis kvíja fóðrun bannsett vandamálstundum, vegna þess að fóðrið rotnar, fellur til botns og springur svo í einhverju metanbombu, jafnvel drepur allt í kvinni ef illa tekst. Það væri alveg hægt að þróa áfram ljós sem lokkar átuna sem fóður fyrir fiskeldis kvíarnar. Nú svo er þessi nýja slátta sem er þarinn og við þekkjum auðvitað á Reykhólum mjög áhugavert dæmi og þar höfum við verið í sambandi við fræðimenn við Háskólann í Bratislava að vinna efni úr þaranum og leggja grunn að einhvers konar verksmiðju, kannski á lyfjaverksmiðju level sem að við myndum setja upp í samráð við Reykhólamenn. Þannig sjáum við að þar í heiminum er orðin mjög áhugaverður og aukin business og í hitun andrúmsloftsins mun þari við Ísland bara aukast. Þetta er hinn nýja dagslátta, þetta er bara alveg nýr útvegur hafsins á Íslandi. Þannig við fylgjast með og auðvitað sé ég fyrir mér að það geta fleiri en Reykhóla komist að í þetta dæmi og ég veit að Stykkishólmur er að horfa til þessa hluta en Reykhólar hafa þetta mikla sérstöðu vegna þess að þeir hafa vottun, umhverfisvottun sem er einstök í heiminum. Það er til dæmis fyrirtæki í Frakklandi sem er að vinna þetta svipað. Þau hafa ekki sömu umhverfisvottun af því að umhverfið er ekki eins flott jákvætt eins og hérna hjá okkur. Ég finn í ferðaþjónustu og þarna er Sirrí okkar hér og Arna Lára, þær eru bara mestu spekingar okkar á þessu sviði og við höfum nánast litið svo á að Ísafjarðarvinna hjá okkur væri meðal annars sérfræði þekking ferðaþjónustu og Sirrí kemur að þessu á eftir. Ferðaþjónustan er hérna. Ég staldra við umhverfismál sem eru auðvitað gríðarlega mikilvæg hér á þessu svæði. Ég hef efst á baugi mengunir frá fiskeldinu, við þurfum að hugsa þá mengun sem fiskeldi veldur. Ég nefndi ykkur dæmi áðan að búa til okkar eigin fóðrun á ljósátu utan úr hafi. Það er olíumengun sem að þarf að glíma við, það er bátaúrgangur þarf að glíma við, það er auðvitað díoxín sem þið þekkið af slæmri reynslu, það er skolpið, en svo koma netadræsur og plast. Þetta getur verið áhugavert viðfangsefni hér á Vestfjörðum að það sem hægt að gera við netin er að nota plasmatækni og rafmagn til þess að breyta nælonefnunum í eiginlega frum efnasambönd sín. CO, það er CO2, það eru vetni, kolvetni og fleira og það væri raun og veru hægt að ráðast á dræsurnar og plastið úr sjónum í verksmiðju sem væri sérstaklega til þess ætluð, hún er alls ekki stór, þetta er ekki stór brennari og hafa hér á Vestfjörðum einhvers konar miðstöð
þeirrar eyðingar eða ummyndunar sem þarf til á skal ég segja ykkur, þessi efni úr þessi mengunarefni hafsins. Nú ég er komin í verðmætari vinnslu aftur og þarna til dæmis auðvitað að fara frá salti upp í eitthvað svona tilbúna rétti. En það sem ég var að hugsa sérstaklega eftir að hafa fengið frá Þórhalli fisknakka á síðasta árið þóttum við, þakka fyrir það, bestu salt fisknakka sem ég nokkuð smakkað. Ef við gætum kynbætt þorskinn, og nú er ég að leika mig bara, ef við gætum kynbætt þannig að dýrustu hlutarnir eru stærri, þá myndi ég semja við Kára Stefáns og krukka eitthvað í þorskinn og við þurfum ekki þess að ugga alveg, ég fara bara í kúa nú. Og hvað myndi ég gera svo myndi ég hugsa til Reykjanes, nei, svo myndi ég væntanlega að fá mér meira af hrogn og lifur. Þarna svakalega verðmæti sem að skipta miklu máli, bæði omega 3 og omega 6 og fleira. Svo myndi ég stofna til sérstakrar deildar sem væri helguð þér, Þórhallur minn, með fisknakkan Þetta er mjög verðmætt stykki. Og síðast ekki síst myndi ég hugsa til Reykjanes og stækka hausinn. Punktur hjá mér er þessi, það er þetta verðmæti í fiskinum. Og þetta fær mig til að hugsa eftirfarandi. Eftir fréttirnar í morgun sjávarútveginn á Vestfjörðum, þá finnst mér síðan að við eigum að kalla saman eitthvað svona workshop og reyna að ræða hvað kunna vera hægt að bæta. Í rekstri, í formi, í grunninum, alveg á borð við það sem að Byggðastofnun er að hugsa. Við skulum auðvitað lifa með okkar yndislega normal þorsk, en ekki gleyma þessu sem ég sagði okkur áðan. Og við skulum endilega skoða þetta því að mér sýnist að sjávarútvegurinn er eitthvað mikið að hérna og að þess að alltaf dæma nokkuð í því, þá hefði ég bara viljað sjá þetta og kafa svolítið í það. Það var nú alltaf sund þar. Ég er komin í strandsvæðastjórnun og þarna þetta taka mjög margt saman, þetta taka samgöngumál, þetta taka skipulagsmál, fjöruborðið og hafnamálin. En það besta sem hefur gerst í þessum efnum er ljósið í myrkrinu í þekkingaþríðinni núna á Vestfjörðum sem er háskólasetri. Og ég er mjög hrifinn af því hvað háskólasetri hefur áorkað við erfiðar aðstæður. Mér finnst það vera mikið ljós og ef við getum einhvern veginn samofið betur vinnu háskólasetrisins, vinnu menntaskólans, vinnu framhaldsskólanámsins hér, þá held ég að við nálgumst betur það að búa þann grundvöll fyrir atvinnulífið hérna sem þarf. Og hann er veikur eins og ég byrjaði á að segja í upphæðum. En til hamingju með háskólasetri. Ég er komin í eldi, fiskeldi. Á mörguleyti hefur mér þótt að mjög snjöll úrlausn fyrir Vestfirði að leggja áherslu á eldi. Þetta landeldi sem tröllreið hérna á fyrri áratugum er eiginlega komið út í hafeldi núna og þar auðvitað er að mörgu að hyggja, bleikjueldinu, þorskueldinu, laxfiski, krabbadýrum. Flatfiskur er mjög skemmtilegt verkefni sem því miður eiginlega strandaði dálítið í Eyjafirði, ég þekki þá sögu. Kræklingur og skeldýr þarna inni líka. Ég held að fiskeldi sé absolutt eitthvað sem að við eigum og þið eigið Vestfirðingar að rækta og rækja betur. Það var áhugaverð grein í Morgunblaðinu nokkrum dögum ævintýri sem er að gerast hérna í fiskeldinu. Þetta er eiginlega orðið svolítið vesteldis fyrir þér. En með þessum orðum er ég búinn að fara hringinn í kringum þetta köngulóarnet mitt, sýna fram á og hugsa uppátt þá möguleika sem hér eru. Þið hafið allt til þess á þessum góða stað og ég ætla að taka saman kannski nokkura punkta áður ég fer yfir í að fara með ykkur í sjóferð og sýna ykkur ljósveiðar. Nú er búinn að fara þennan hring. Það getur vel verið að við höldum upp á þetta. Ég er búinn að laga þetta svolítið til hjá mér, þessa skotskífu hérna. En í sjálfbæru þekkingarsamfélagi þá þurfum við að hlúa meira að menntuninni. Þið þurfum að tengja hana meira rannsóknum og nýsköpun. Þið
þið þurfa að berjast meira fyrir skólamálunni þetta. Ég tók þátt yfir nokkrum ára þegar menn voru konur bara á það stig að stofna hér háskóla og svo hef ég ekki frétt meira því í bili, en háskólasetri að brúa það bil ágætlega þó það sé ekki nóg. Þið þurfuð að öðlast meira sjálfstæði í eigin orkuöflun. Ef þið hafið ekki einhverja eigin orku þarna, þá verðið þið bara snuðuð. Vestfirðir þurfa að byggja eigin orku. Þið munu öðlast miklu meiri sjálfstæði með því. Orkubúið vel rekið, flott fyrirtæki, kannski fer sér hægt í þessum öfnum, en ég bind mikla vonir við að vinna með orkubúinu og ég segi ykkur það, ég ætla að hræða ykkur endalaust á því að þegar að nýr raforkumarkaður sé dagsljós í Evrópu, þá verður þið bara gjörsamlega útundan hérna í verði á rafmagni. Svo held ég verið svolítið að skamma sjávarútvegsfyrirtækin. Ég held að þau þurfa að fara í gegnum naflaskoðun, þau þurfa að bæta rekstur til þess að standa jafnfætis því dugnaða fólki sem ég búa hér á svæðinu. En ég ætla að fara með ykkur í veiðiferðina, hún tekur bara 3 mínútur. Þetta er hinn fögru fjöll Vestfjarða. Við horfum á sjávaryfirborðið í fögru umhverfi. Það bátur tilbúinn. Þessi bátur búinn dugnaða fólki sem rekur þennan bát og með okkur í ferðinni eru Hafró, Gunnvör, Geir frá okkur, verkfræðingur, náttúrufræðingurinn Halla Jónsdóttir og teymi þessara 3 aðila sem eru mest að vinna þessu. Við erum komin að því að henda út trolli sem á að, eins og efri myndi sýnir, á að lýsa, en ekki endilega draga nælon eftir botninum. Við förum í hafið með myndavélina og við skoðum hvernig fiskurinn, hvernig þetta smala honum á hreyfingu með þessari aðferð. Það mjög sjaldgæft að hann brjóti ljósvegginn. Þarna á að sjást einn og einn fiskur, þetta svo sem engar hérna Hollywood myndir hjá okkur ennþá, en við þykjumst vera búin að sanna að þetta gerlegt og vinnum að því núna, eins og ég segi, að stofna til sprotafyrirtækis ljósveiðar og ég vil hafa Vestfirðinga með. Ég vil hafa Vestfirðinga leiðandi í því dæmi. Einn og einn fiskur þarna í örvilnan og við erum komin upp aftur. Þetta svona stemning yfir þessu sko. Nú er komið kvöld á Vestfjörðum, ekki spyrja mig aflann. Þetta voru nokkrar 20 mínútur í sjó. Þetta sem sagt ljósveiðar. Það verður gaman að koma hérna eftir nokkur ár og fagna því að við höfum stofnað ljósveiða fyrirtæki. Takk einlega fyrir mig.